Heil og sæl, kæru hlustendur, og verið hjartanlega velkomin í hlaðvarpið með lífið í lúkunum. Í dag erum við heldur betur með góða gesti, einn sem var planaður og svo fekk ég óvæntan leynigjest í kaupæti. En hér eru Björgvin Franz Gíslason og Berglind konan hans. Verið velkomin. Takk fyrir. Takk. Mér langar svolítið bara að byrja og kannski að leyfa ykkur að kynna ykkur aðeins. Kannski, og svo ég byrja þér, Berglind? Já. Ég heiti Berglind og ég veit ekki alveg hvað viltu vita meira. Ég heiti Berglind og ég starfa sem fjölskyldufræðingur, rek sem sagt meðferðarstofu sem heitir Varðan meðferðarstofa ásamt 3 öðrum. Og svo er ég náttúrulega gift Björgvinni og við höfum 2 börn og börn sem eru eiginlega stór mjög stór Og og ég hef mikinn áhuga einmitt á heilsu. Það finnst þetta nú þáttur heilsu. Þá er ég alveg, syndi ég svolítið í þeim fræðum og búin að gera lengi. Búin að læra mikið. Og búin að læra mjög mikið, alls konar og alltaf að læra meir og meir. Ég get ekki hætt. Ég er bara ennþá í námi því ég fara að hugsa hvað ég ætla að læra næst. Og svo ertu tónheilari? Já, einmitt svo er ég líka með tónheilun og kapp líka, ég er svona aðstofakonni kapp, þú veistu hvað það er? Já, ég hef prófað það. Þannig að Ég held að samt að mega nú alveg útskýra fyrir hlustundum að því ég rauninni veit ekki ennþá, almennilega. Nei, þú ert ekki búin að koma, Nei, ég aftur að ég hef komið í tónheilu, ég hef ekki komið í kappið. Hann er nýfarinn að koma í tónheilun. Já. Og hann er eftir að koma í kappið til okkar. Segðu okkur frá kappi. Já, og ég er samt ekki kappmiðlari bara þannig að það sé á hreinu. Ég aðstoðana Mörtu Dröfn sem er kappmiðlari og ég er með tónheilun og hún er með kappið en ég aðstoðana og kapp stendur fyrir Kundalini Activation Process og við erum öll með náttúrulega orkustöðar og það sem að kappi gerir er að það virkjar allar þessar orkustöðar og það fer allt af stað og það hreinsast og þetta er eiginlega alveg magnað og búið að gera rosalega mikið fyrir mig og bara alla sem að ég sé sem hafa komið í þessa tíma. Og þetta er í rauninni að kemur rosalega hátónlist, alveg bara geggjutónlist. Marta er alveg snillingur í tónlistinni. Hún allavega elskar ég tónlistin hennar. Af því það er alveg mismunandi tónlist hjá köppurum. En oft með svona miklum takti. Já, og mjög hátt og í alls konar trommur og það er alls konar. Þetta er alveg útpælt. Þess að hreyfa við orkustöðunum. Hreyfa við orkustöðunum og þetta er svona eins og snákur. Ef þú sér fyrir snák, þá svona rennur hann svona gegnum orkustöðunar. Og þegar ég fer í kapp sjálf, ég er alltaf með henni annarkvæmt sunnudag, þá erum við með tónheilun og kapp. Þá byrjum við á tónheilun og svo kemur kappið og svo er ég reyndar alltaf að gera meir og er að blanda tónheilun inn í þetta allt saman og endum á tónheilun og við erum alltaf eitthvað með að gera þetta geggjara. Svo fer ég alltaf á dýnuna annarkvæmt sunnudag, þá fer ég í kapp. Þetta er að hafa rosa áhrif að ég sé að fólk er bara eins og að það frelsast, það er bara eins og að komið út og bara einhverjum svakalegum áfallatímum eftir þetta, það bara kemur bara útreynsað Það er bilað að sjá þetta, ég trúi þess ekki sjálfur að því ég sjálfur verið í alls konar sálfræði meðferðum og svona, en þú veist, en aldrei séð einhverja svona aðferði, tónlist, allt þetta, hvað þetta hreyfi mikið greinlega við taugakerfinu. En tónheilun, hvernig er það skilgreind? Hvernig er það skilgreind? Hvað er tónheilun? Tónheilun er alltaf bara, þetta er búið til síðan bara 2000 fyrir Krist, þetta er eldgamalt og er bara, tónheilun hefur bein áhrif á taugakerfið og fyrir alveg inn í, ég lýsi svo alltaf sem við erum öll með vakustaug, eða flökkutögin á íslensku, bara flökkutögin svo ljótt orð í þessum segir vakus og hún byrjar í hjartanu, fer upp í heila og endar hérna neðst. Og á vakustöginni, þar hangir allt, öll áföllin, afleiðingarnar og allt þetta. Og það sem að tónheilun gerir, allir þessi tónar. Já, ertu með hvernig lýsir tónheilun sér? Hvað ertu að gera? Ég sést með gong og fullt af skálum og alls konar annað sem ég er með reynstikk og ég veit ekki eins og hvað það heitir allt saman. Þetta er bara alls konar hljóð sem ég er alltaf að bæta við og breyta. Og það sem þetta gerir, þetta fer alveg inn í taugakerfið og hristir afleiðingarnar í burtu. Þannig ég segi alltaf og nú vinn ég mikið með áföll sjálf auðvitað er þetta ekki rannsaka sem áfallavinna, alls ekki en ég vil segja bara að þetta er einn þægilegast og besta áfallavinnan sem við getum farið í og það er tónheilun og kapp og náttúrulega sjórinn skilur að þú myndist að það allt þetta sem hefur þessi djúpu áhrif á kerfið okkar og ég veit að við konur sem erum orðna miðaldra, þú veist, við erum sjúkar í þetta að þetta hefur bein áhrif á hormonakerfið okkar þannig að þetta hefur rosalega mikil áhrif og bara frumur endurstillast og þú veist það er búið að gera eitthvað rannsókn á einhverju krabbameini til dæmis, það hjálpar krabbameini, þetta er alveg sturlað þannig að og bara sjá þetta
og finn þetta alveg magnað og sko það svona 95% sem byrja að koma verða sjúkir í þetta. Það var alltaf fullt sko, það bara, hún bara byrjaði á þessu og ég hugsaði bara, já, þetta bara enn eitt áhugamáli hjá Beggu, hún bara að byrja okkur skemmtilegu, svona gerir oft sko og ég bara, ok, æðislegt, bara gangið vel og eitthvað, og svo bara hún bara ekki hægt og það bara bætist og það stækkar og stækkar og það alltaf þú veist, það alltaf fullt, það alltaf stappfullt, þetta eru bara nýjustu heitu lumurnar sko. Þetta það. Og hjá henni aðalega sko, þú veist, það náttúrulega einhverjir í þessu en þetta vinsælast hjá henni sko. Og ég var ekkert mikið, þú veist, ég var jóga, en náttúrulega búin að vera jóga síðan bara í Ameríku sko, síðan við vorum þar í námi og bara nýbyrjaður að koma og náttúrulega mér finnst þetta bara þú veist, ef ekki áhrifaríkar heldur jóga nýdra sko, sem svona þetta svona djúpslökun sko. Mér finnst þetta algjörlega bila sko. Ég bara eins og segja, hún var alveg þurfti svolítið að neyða mig til að koma og ég var bara, nei ég bara í jóga, ég nenni þessu ekki, þetta engin áhrif á mig og svo fór ég að koma og ég bara, wow, ok, þetta líka En flesti vita náttúrulega þú ert leikari og þekkja svona þig, en hver ef þú myndir lýsa sjálfum þér, hver Björgvin Frans? Já, einmitt. Ég nú ennþá að reyna að skilgreina það hver ég sko. En ég myndi segja að ég væri svona, ég væri leitandi maður, ég búin náttúrulega, þú veist, eins og margir náttúrulega bara, eins og margir búin að fara í gegnum áföll og búin að fara í gegnum fíknir og búin að fara í gegnum allan fjandann og hætt að drekka fyrir 24 árum rúmum síðan og 25 að verða? Ég höfður að verða 25, já, og bara að því bara ég og áfengjum áttum ekki samleið sko. Og ekki það, ég var neitt á móti neinu sem drekki, að þetta bara átti ekki við mig sko. Og þannig að ég svona, þú veist, ég búin að, þú veist, bæða því ég neyttist til að byrja með að verða betri maður og þurfa að laga svo margt í mér, en svo bara fann ég að bara, mér finnst það líka áhugamál, mér finnst bara líka mikilvægt að gera það, þannig að en yfirleitt eins og ég hef talað í fyrirlestrunum mínu sem ég er að halda núna mikið þá þú veist, hefur mikið af þessu komið bara, ef ekki komið til að góðu, þú veist, skilur ef maður lítur á þannig, ég verið neyddur í mikið af þessu, þú veist, ég freka svona eigingjarn og latu maður og nenni ekki að vera að hafa mikið fyrir þessu sko, þannig að ég oft bara svona neyddur í hluti, bara, nú þarftu bara að gjöra svo vel að feysa þetta og ég bara þakkláttur fyrir að hafa þegar ég feysa einhverja erfiða hluti að ég tilbúin að takast á við það ég mjög þakkláttur fyrir það því ég veit að það er ekki allir svo heppni sem bara meika það ekki, það geta það ekki en ég enn sem kom með þá hef ég, og ég nota margar aðferðir til þess að díla við mín áföll eða mín erfiðleika og eins og sé, ég held að eins og Begga sér, ég held að þetta hjálpi allt, það er alveg sama, það er ekkert eitt sem að ég nota og ég getur ekki að tala um þeim marga klukkutíma hvað ég er að gera en það er mjög margt sko. en ég svona í fyrirlistunum mínum til dæmis þá bara tala ég svona eitt afmarkað sem að var í mínu lífi og ég náði að laga og er að ná að halda með ákveðnum aðferðum. Já, mér fannst nefnilega ástæðan fyrir ég bauð þér hingað var einmitt að þú varst með hennar fyrirlistur hérna fyrir okkur starfsfólki í MH. Já, akkurat. Okið undan sjálfum mér. Okið undan sjálfum mér, nákvæmlega. Það var mjög gaman að koma til. Og þetta mér fannst þetta svo áhugavert að þetta akkurat það sem ég mikið búin að vera að spá í. En er þetta eitthvað sem þú vilt deila í, þú veist, ég veit þetta er langur fyrirlestur. Algjörlega, ég get alveg summerað þetta upp, sko, já. Sko, þú veist, ég náttúrulega gerir mikið grína mér, sérstaklega í fyrirlesturinn tala þú veist, að ég náttúrulega var vinnubrjálaðingur. Ég var ekki bara, sko, við náttúrulega Íslendingar erum harðdugleg þjóð og það er frábært og æðislegt en við erum náttúrulega rástaði fyrir að virk hefur bara ekki undan að taka við fólki að við erum öll í massakullun eða allavega kortur í kullun eða við erum allavega komin á einhvern stað þess að við bara meikum ekki að vera á vinnumarkanum, skilur allavega ykkur tíma og það er bara bæði vont og þú veist, það er vont fyrir einstaklingar, vont fyrir fyrirtækin, þú veist, það er bara vont fyrir alla, þú veist, og þetta er eitthvað sem er hægt í mörgum tilfellum að komast, ekki bara koma í veg fyrir, heldur hreinlega þetta verða betri eins og ég segi, þú veist, verða betri starfskraftur með því eða minni tími í vinnunni og meiri tíma með fjölskyldu og vinnum og jóga eða, þú veist, rektin eða hvað þú ert að gera. Og margir hræðist þetta, segja bara að því ég vann eins og brjálæðingur, ég var ótrúlega stoltur af því og ég talaði mikið í fyrirlestrunum og Begga getur nú lýst í sko,
þú veist, þegar bara ég skildi ekki í því okkur vini mínu hætti að tala með okkur kona mín brotnaði saman okkur, hvað var að ykkur? Ég var bara að vinna í stundinu okkar, skiljið það ekki. Ógeðslega duglegur. Hvað er að ykkur? Ég var ógeðslega duglegur. En það þýddi allur sólarhringurinn allan. Það var bara, ég var aldrei á staðnum og það var ekki það að ég var eitthvað, það var ekki, eins og ég segi, er ekki RÚV að kenna sko, það er ekki Ríkisútvarpinu að kenna, það var algjörlega mér að kenna, ég bara trúði því, með því eyða nógu mörgum klukkutími í eitthvað, þá hlyti að koma eitthvað stórkostlegt út úr því. Svo kynntist þess að þegar kona mér fór í nám til Bandaríkjanna að læra að verða, hún sem þetta hafi verið kennari og svo þegar ég er búin að lýsa því fyrirlestrinum að ég hef verið búin að vera alveg óferjandi að því ég var aldrei heima, þá okkar kona minna að vera fjölskyldu og hjónabandsfræðingur. Og fólki finnst það mjög fyndið, reyndar tengdist hún tengdist ekki okkur, en fólki finnst það mjög fyndið þegar ég lýsi að það er bara, já, ok, það er bara við verðum einhvern veginn að reyna að bjarga þessu hjónabandi því björgun er alveg útofnu. En ég kynntist aðferðbanna úti sem að hafa verið ekki bara viðurkenndar heldur sko margreyndar og notaði fyrir sko afreks íþróttafólk, fyrir forstjóra stærstu fyrirtæki heims og svo bara fyrir the stay at home dads eða moms sko, þeir sem eru bara heimavend, það skiptir einhver máli, þetta virkar fyrir alla og þetta er basically orkustjórnun og það eru þeir eru eftirnöfnin Lerer og Schwartz, nú mann ekki alveg fyrir nöfnin en þeir eru með verkefni sem heita The Energy Project, þeir skrifu bók sem heitir The Power of Full Engagement og undirtitillin Managing Energy Not Time is the key to high performance and personal renewal. Vá, ég man alltaf hennar titil og ég að því ég lenda á vekk hérna úti í Ameríku og allt í einu var ég að fara 300% vinnu bara í að vera heima með börnin og ég bara var þunglindur, ég skildi ekki þessu og þá komst ég að ég varð eitthvað að breyta og þeir kendu mér það basically bara, þú verður að setja fullt af hlutum í forgang, tengsl, sjálfmanni, þú verður að setja fjölskylduna, vinina, það er alls konar, svefni, matari, þeir nefndu fullt af hlutum, en þeir ekki bara eitthvað svona, heyrðu, og svo bara gerur þetta, heldur bara þeir tóku mig bara í, einhverja mánuði bara í þjálfun, bara hvernig á að skipuleggja ekki bara vinnuna, heldur tíman með fjölskyldun eða vinun. Þú búið til stundatöflu bara. Þú byrð til stundatöflu. Og ég hefði mikla fordóma gagnvart því, þegar ég hefði trú á stundatöflu, en mín stundatöfla var bara vinna. Allan helvítis daginn. En þegar þeir sögðu, viltu vera betri í vinnunni þína, því þeir náðu mig alltaf þannig. Ég var svo metnaðill, ég var svona, og að því ég gerði grínaði sko að ég var harðduglegur Íslendingur sem dræpi mig úr vinnu. Amerikanar, þeir byrja alltaf að segja hi, how are you doing? Hi, how are you? Og maður sé bara fine, þeir vilja nú ekki heila lífsögun, þetta er bara svona, þetta er kultúralt. Við á Íslandi, við byrjum alltaf að segja hi, hvað segir ekki brjálega að gera? Ekki brjálega að gera, hvað segir þú? Ekki brjálega að gera, brjálega að gera, jú brjálega, high five, brjálega að gera. Og við erum svo ógeðslega stolt af þessu og þetta er náttúrulega okkar styrkleiki sem þjóð, held ég. Þetta er líka okkar stærsti veikleiki. Algjörlega. Það er bara, við þurfum ekki annað en bara að hringja eitt símtæli virk og spyrja bara, hvað eru mörg hjá okkur núna? Ég veit ekki alltaf ekki margar mánu að biðlist eða eitthvað. En það, og þau eru, náttúrulega að vinna stórkostlegt starf, en það, eins og þau segja mér, þau hafa sagt að ég hef unnið fyrir virk, sko, og þau sögðu bara, það er ekki allir í kulnun, en það eru allir komnir á sko eitthvað barm, það er eitthvað barm, eitthvað taugaveiklun eða hvað það er sko, nú ætlum ekki að tala, eins og segi, þau eru sérfræðingarnir, en það er ástæði fyrir það er brjálað að gera. Og ég fór sjálfur að bara nota þessar aðferðir og þá, eins og ég segi alltaf, þá fór ég alltaf að vera tilnefndur til verðlaun og vinna verðlaun. Þá fór alltaf ég sem hafði sett svo marga klukkutíma í einhverju vinnu, þegar ég fór bara loksins að sinna að ná í orku eins og, ég var eins og ég segi alltaf, það er alveg sama hvað Teslaðin þín er góð, ef hún hleður hann ekki í borgarnis, það bara drepur hann á sér á öxnandasegni, þú verður að stoppa og hlaða og þú getur ekki verið að snattast á bílnum með hún hleður, þú bara stoppar og hleður og þetta er besta lýsingin á því hvað þetta er sem ég er að gera, sko. En ég náttúrulega fer í meiri details í þetta og fer betur í gegnum í mínu fyrirlestri, sko. Mæli algjörlega með honum ef einhver er að hlusta og vilja fá fyrirlestur, bara endilega og ég menn ef við spurjum eitthvað út í þetta þá er ég náttúrulega bara, á öllum helstu samfélagsmiðlum og það má alltaf senda mér skilaboð að hringja. Þetta er svolítið
að því þetta gerði svo mikið fyrir mig og fjölskyldu mín þá þetta svona, þetta okkur hjartans mál hjá mér að gera þetta, þú veist, ég bara að þannig að bara og það var svo gaman, ég var með fyrirlestu fyrir Icelandair og þeir eru með mannesku sem vinnur eftir þessum aðferðum og að þjálfa fólk inn í fyrirtækinu og ég var bara, oh my god, það þurfa allir að vera með svona allir að vera með svona mannesku Ég hef mitt verið að berjast svolítið fyrir því að endur skilgreina orðið ofur þú veist, af hverju alltaf að tala ofurkona og ofurmaður, þú veist, þú er svo mikið ofurkona, þú ert þú ert í fullu námi og í fullri vinnu og sinni heimil, þú ert dugleg alltaf það þetta sem þið að tala orðið dugleg, þetta alltaf mikið dygð þetta veist, og okkur hrósað og hampa fyrir þetta eitthvað sem við þurfum að snúa við Ég held að við begga sem bæði mjög sammáluð þetta sko, hafandi kynst sko the good, the bad and the ugly af öllum hliðum á þessu máli sko. Algjörlega, absolutt sko. En hvað heilsa fyrir ykkur? Ef við byrjum þér bara. Já, hvað heilsa? Vá, ég myndi segja, þetta bara fyrsta sem kemur við huga mér þetta klassíska að viðhalda hreyfingu, svefn, mataræði, rútínu, þú veist, halda orkunni í lagi og bara vera í jafnvægi, þú veist, og hvernig ætlar maður að gera það? Hvað það sem kallar á mann að gera það? Þú veist, við náttúrulega elskum jóga til dæmis, alveg bara og förum, Björgun nú duglegri ég fer einu sinni í viku og og sjórinn, Jesús, bara ég elska sjóinn og ég alveg búin að og heitt og kalt, ég er búin að ná að draga Björgun í heitt og kalt, fórum með mitt í dag í sundi og náttúrulega mataræði okkar, hvað það skiptir miklu máli, þú veist, að borða holt og borða alls konar en samt ekki öfga líka, þú veist, að við erum svolítið gjörn á öfgana og ég er alls ekki hrifin að þeim, en ég hef alveg farið í alls konar öfga, þú veist, þannig að loksins ég held ég búin að finna eitthvað svona jafnvægi í þessu og ég að vera 47 og það tókst þú veist. En þú ert náttúrulega, en þú hefur fyrir ekki og ég gríp inn í, en þú náttúrulega vinnur svo mikið með hjón og einstaklinga að vinna með áföll. Myndur ekki segja að það væri ógeðslega mikið og partur af heilsu líka? Að bara vinna með sig. Já, að vinna með sig. Að sjálfsögðu, allan daginn. Og það líka að því allt þetta sem þið eru búin að koma inn á, þú veist, þú ert svo dugleg og allt þetta. Að ég veit alveg að við erum svo ung þjóð, sko. Og þú veist, það bara 1940 eitthvað var ennþá torfbær á Íslandi og við þurftum að harka á okkur, við þurftum bara til þess að lifa af. Þú veist, þannig að það ekkert skrítið að það smitist bara yfir í næstu kynslóð og þú veist, og þess vegna erum við öll í börnáti og bara allt, þú veist, við erum eitthvað kynslóð að tráma bara á bakinu og erum að reyna að vinna úr því. Þannig já, við þurfum öll að vinna í okkur, bara öll og bara, og eins og ég tala rosa mikið ég er búin að starfa í 10 ár sem þerapisti, ég er búin að tala 10 ár við verðum að vinna með líkamann líka þú veist, það ekki nóg bara að tala og nota hugan af því þetta situr allt í líkamannum okkar þetta fast þetta tengist allt saman þannig að ég er svo hamingjusum sem að vera farin að geta boðið upp á svona líkamlega vinnu sem að ég elska þú veist, því ég líka bara þannig, ég svo mikið flæði sko, ég geti aldrei ég vann með ham í Bandaríkjunum í 1 ár og ég held ég myndi deyja sko. Bara deyja. Hugræn atferlismeðferð sem frábær og virkar og svo vel og svona. Virkar á alls konar sko. Ég hef alveg unni líka með hana, hún alveg frábær fyrir sin hatt. Sko. Já, absolutt. En það bara ég get ekki unni svona. Það of einhæft fyrir þig. Já, eitthvað eftir einhverjum kerfum og eitthvað svona það bara, ég bara get það ekki, ég er svo mikið flæði sko. Þannig að þetta hendar mér svo vel að geta boðið upp á þetta inn í svona flæði og tónlist og ég er búin að hugsa við erum alltaf að segja þessu óhefbundna aðferðir. Mér finnst þetta bara hefbundna aðferðir. Við erum bara back to basics. Við erum bara í líkamannum og tónlistinni og þú veist, við erum bara að tala og við erum bara í back to basics. Mér finnst þetta ekki vera óhefbundið í dag. Mér finnst þetta bara vera mjög hefbundið. Þannig að mjög mikilvægt allt saman. En fyrir þig, hvað heilsa fyrir þér? Veistu, það eiginlega bara get ég algjörlega tekið undir þetta því að ég var rosalega, því ég var svo fordómafullur sko, fordómar eru bara basically að vita ekki, segja að maður viti eitthvað en vita ekkert það og ég hef verið mjög duglegur við það og því líka þrjóskupúki sko, þannig ég svona já, ég veit nákvæmlega akkurat, ég hef greinlega búin að vera saman gaman að fá hjón í já, akkurat og við reynum nú bara svolítið að hlæja og gera grín sko, því það eina leiðin þess ofta að díla við hlutina, það þarf að tala um það og gráta og það þarf virkilega að fara alveg í botnina og svo, en svo líka bara ofboðslega gott og það nú hluta fræðuna sem ég að tala um í fyrirlesturinn, það bara hvað húmor þú veist, það bara húmor sprengir svo mikið, hann sprengir svo mikið egóið sko.
hann léttir öll, fólk segja, það þýr ekki bara hlægi sig gegn það, jú, veistu, það actually virkar, það bara vísindilega sannað að hlátur í alvegni, bara hjálpar og virkar. En mér finnst rosalega mikilvægt, þú veist, að huga að því að þegar fólk heyrir andlegt eitthvað þá bara það eitthvað trú og eitthvað sem nei, það bara, þú veist, að huga hérna að þessu, þú veist, og ég fyrir hlustendur þá ég að grípa, að ég halda fyrir hérna brjóskassan á mér, þú veist, það sem að svona, mér finnst oft tilfinningarna að vera, þú veist, að mér finnst rosa mikilvægt að gera þetta allt, jú, ég menna, það var að sinna töluð í þessum fræðum, þú verður að sinna líkamannum og og svo náttúrulega bara með því að hafa unni svona með mig í alls konar tólsporunum og svo náttúrulega og bara unni með áföllin og allt svona svolítið þegar áföllin kom upp í líkamannum, þú veist, það mjög skrítið, þá ekkert annað að velja en að díla við það, svo það bara breytist ekki í eitthvað krabbaminn eða þú veist, það að verða, þú veist, að hvað sem það nú en það allavega, þú veist, ég menna, ég var eins og með áfall bara fast í hálsinum, bara í marga mánuði, alveg bara árið eða eitthvað sem kom og fór og það var ekki fyrir bara ég vann og gömla áfall úr æsku sem ég vissi ekki þegar þetta díla við þetta, ég hef ekki hugmyndu við giskuðum bara á þess að jú, alltaf, ég og sálfræðingurinn, við þurfum ekki að díla við þetta og það bara, þetta eitthvað eldfjall, það bara sprakkast og eftir það bara þá lagaðist, þetta svo bilað, þannig að heilsa finnst mér, hún rosa margsnóki, við heyrum mjög mikið þetta, þú veist, jú, mataræði, það rosa mikilvægt og svefnin ógeðslega mikilvægt, við erum búin að sjá þetta alltaf og hreyfingin mikilvægt, það viti þetta svo margir, en svo núna finnst mér eins og fólk sé að verða, og ég sé það bara hvað mikið að gera hjá Beggu og fólk, það ekki svolítið öllum aldrei að fólk að koma og bara segja, nú verð ég að fara að vinna með áfalli, eða ég verð að fara á lyf, eða ég verð að skilur mig, þú veist, þetta bara mér svo gott, þeir sem eru alkoholistar, sem sagt, þeir nú með góða bók sem þeir nota oft, sko, og í henni stendur, sko, við neitum okkur ekki aðstoð sérfræðinga, skilurðu mig? Jú, við vinnum með alls konar, andlegu hliðina og líkanlegu, en það bara, en þarna eru sérfræðingar, nýtið ykkur á, þú veist, það bara, ef ég með tampinu þá bara, þú veist, þá fer ég ekki bara leggst á bæn, skilurðu, ég fer og ringi tannlækni, skilurðu, þú veist, en það getur oft verið krafturinn sem ég þarf, ef þú trúir á eitthvað aðra eða eitthvað stærri en þig, þú veist, þá þarf ég átt kraftinn, skilurðu, þannig að ég held þetta sé bara, þetta, og eins ömurlegt að það hljómar fyrir einhverja, þá þetta allt saman, en kannski það sem ég lærði úti, það bara finna leið til þess að setja þetta í forgang, ekki bara eitthvað skipuleggja, því að þú veist, ég og mamma við gerum grínaði, bæði náttúrulega snar og verku brjáluðu og skrípakallar, sko, eða skrípafólk, að við þú veist, mamma, hún með cirka bát 7 töskur með alls konar dóti og 3-4 dagbókum, hún búin að týna þeim öllum, skilurðu mig, og það alltaf eitthvað skipulagt hjá henni, skilurðu mig, og ég var líka svona nema ég var með eina, en það var hún bara út, og við vorum bæði svona útkrotuð, allir maður að fara í sund og svo vinna, ég segi bara, heyrðu ekki tími í sund, það bara að vinna, og svo vorum við eitthvað, nú verðum við að fara til sálfræðings, heyrðu, ég verð að fresta honum, ég verð að vinna, þannig að við krotuðum alltaf út það sem var raunverulega skipt, það sem að fara að halda okkur gangandi, sem bilað, sko. Að því allir þurfa, þú veist, og ég tala þetta líka í fyrirlestrinu, það bara að ég náttúrulega kenni núvitundræfingu sem ákveðin hugleiðsla. Fólk fær stundum smá svona ofnæmi þegar heyri hugleiðsla trú eða andlegt trú, bara nei. Þú veist, það var, nú ætla ég að tala varlega þegar ég man ekki alveg nákvæmlega hvað frendi minn, hann náttúrulega geðhjúkrunarfræðingur og tók með doktorsprófið því, en hann hlut af hans ritgerð, doktorsritgerðin, þá var hann að tala núvitund, hvort það var sko gegn þunglindi eða fíkn, ég man ekki alveg hvað það var, hann notaði núvitund og það bara vísindalega sanna, ef þú notar það þá þú veist, og þetta var til dæmis eins og þegar ég segi vísa oft í fyrirlesturinn að sálfræðingur sem fekk síndar frá manninu sem var í panikast, hann segi ég að fara að deyja og ég segi nei, þú ert ekki að fara að deyja, víst ég að deyja og hann var bara allt, tilfinningarnar voru svo miklar og hann byrjaði bara að segja ok, lítu, hvað í kringu þig? Hvað meinar þið? Horfðu til hægri, ég veit ekki, bara stóll? Já, ok, hvernig hann lítur? Ég veit það ekki, jú, segðu mig hvernig hann lítur, hann brúnn og sko rákir í honum, ok, flott, kíktu nú, hvað svo annað, það eitthvað mappa þarna, já, hvernig hún er rauð, hvað skiptir þetta málið, þú veist, og svo allt í hennu, var ok, og hvað hann er klukka og hann er veggur og hann er, vá, ok, ég er komin á staði, ég er rólir, takk hérlega fyrir hjálpina. En því að taka okkur á staðin, það bara núvitund. Að gránda
og það hljómar okkur einfalt, en það bara helvítis æfingar ná því, sérstaklega fyrir svona ofvirka menn eins og mig, þú veist, þannig að þetta bara eins og að fara í ræktina, ég þarf að æfa þetta, þannig að ég reyna hugleiða alltaf, þú veist, kvölds og mótna og jafnvel oft og svo náttúrulega með nota ég jóga, það mitt og aðrir finna rosalega mikla núvitandi hugljóslega að skokka eða fara í crossfit eða eitthvað, það er bara mikilvægt að hver og einn finni sitt af því að ég man eftir að ég var alltaf að reyna að fara í ræktina mér finnst alveg ég bara þú veist, ég bara lyfta og ég bara, oh my god, hvað er búin að vera 40 mínútur svo lyfti á klukkur, 5 mínútur anskotast yfir þessu skjöfull 55 mínútur ég megi ekki að vera hérna og ég var alltaf að pína mig og fannst þessu mikil auðmingi haldið þetta ekki út svo kynntist ég líka starf sem hentaði mér og jóga er náttúrulega rosa mikill styrkur og það er líka slökun og það er bara og andlegt, það er rosa spiritual líka en líka líkanlegt og líka huglegt þannig að það er alveg sem ákváð trúir að trúir ekki bara fyrir mér virka þetta orðið jóga þýðir tenging hug og líkama já, nákvæmlega sko, nú þetta vissi ég og við erum body, mind, spirit og það er það sem við þurfum að næra til þess að vera í lagi já. Ég er bara svo þakklátt fyrir að jóga sé orðið svona algengt þetta var ekkit svona mikið í boði fyrir bara 10 árum sko. Þetta er bara allstaðar núna út allt bara maður hugsa jóga er bara fyrir ykkur skrýtna grænmetisætur í gammósíum eitthvað stær í grammósinu bara hugsaði bara, ég skilur, þetta var mínu fordómi sko. En núna er þetta bara komið í leikskóla og þetta er í grunnskólum og eins og hérna eru sko, ég held að séu 7 hópar hérna í jóga þessa önnina já, hér í MH wow. Þetta er svo vinsælt ég vildi að ég hef verið í jóga þegar ég var í MH þá hef ég náð kannski innri ró fyrr þetta er alltaf svo að vera áttur ekki að ná nei, ég var ekki tilbúin í það sko. nákvæmlega akkurat sko. Gaman. En að þið verið búin að tala um það sem þú varst að tala um óhefbundnar eða hefbundi þetta snýst svolítið allt bara svolítið að róa taugakerfið er það ekki? Allt sem við erum að gera algjörlega því að það er það sem er á yfirsnúningi það er þess vegna sem fólk er að krassa því að það tappar aldrei af það er í lagi að hafa mikið að gera ef þú kannt að hlaða Teslinu á leiðinni það er bara nauðsynlegt það er bara þannig og það er eins og með vakustöðina ég er mjög upptekinn af vakustöðinu sko. ég var með svona námskeið ég er tilfinninga líka með tónilum þannig ég kafaði svolítið vel onni í þetta er einhvern veginn, ef hún er í ójafnvægi vakustöðin sem er hjá okkur mörgum þá sendir hún skilaboð til líffærana að þessu ójafnvægi og þaðan spretta til dæmis 8-10 sjálfsofnæmis sjúkdómar 8-10, ég geti tala upp 3 núna fyrir framan þig en þeir eru 8-10 sem trús ekki geta að googla þetta en vakustöðin fyrir þá sem ekkert vita þú veist hvað bara fyrsta lagi hvar liggur hún eða hvernig og hvernig veit maður að hún sé ekki í jafnvægi ef þú ert í ójafnvægi þá er vakustöðin í ójafnvægi og þetta er stærsta tögin okkar og hún í alvörinu byrjar í hjartanu og hún er bara risastór ef þú googlar bara mynd af henni þá er þetta bara nær hún í gegnum allt kerfið okkar þannig hún er mjög stór og ef hún er bara í ójafnvægi það er svona, passar þetta svo saman eins og allt þetta, öll þessi orkuvinna að því orkustöðarnar eru 7 og þær hangar alltaf á sama stað sko. Nákvæmlega sama stað þannig það er eiginlega svona sko læknavísindin og óhefbundna púslast saman þarna þannig mér er svo gott að tala um bæði að því við þurfum bæði að halda við þurfum virkilega á læknavísindunum að halda en við þurfum líka rosalega mikið öllu þessu óhefbundna að halda til þess að halda þessu í lagi og ef við förum að hugsa þú veist, ef vakus er í svona miklu ójafnvægi hvað gerum við? Þá förum við að vinna meira borða meira, drekka meira nota eitthvað meira, við förum að deyfa okkur sprettur svolítið þaðan og þess vegna þurfum við þessa innri vinnu samtalsmeðferðina, tólsporasamtök þú veist, allar þessa óhefbundna aðferðir, við þurfum þetta allt saman þess að vera í jafnvægi Nei, menna það er sko að því að fólk ásó þú veist, fólk sem að heyrir einmitt ég er alveg einn af þeim sem heyrir orkustöði bara, ég er ekki bara að kjafta það, skilur mig en það er, ég man eftir þegar ég fann að ég var í miklu ójafnvægi og fór að googlaði mitt þetta með þessa vakustaug sko og það voru bara æfingar, mjög einfaldar æfingar sem ég var kennt að gera og ég bókstaflega fann hvernig ég róaðist alveg eins og þegar ég gerir núvitunduna þegar ég dremi á staðinn, þetta bara virkar og ég var þannig, ég fór einmitt til húðlæknis að því ég var allur í ykkur svona exem, ég bara hvað er þetta og þetta hétt ykkur voðalega fyndnu þýsku nafni og hún sagði, þetta er sjálfsofnæmis kemur mikið undan álagi, eru álæðabjörg ég bara, já, kannski 1 eða 2 álög og það er mjög fyndið eftir að ég
fór að sko taka það og svona eiginlega fór að taka það ennþá lengra að því sko að róa mig að því ég segja álæg ekkit óvinnur það bara þú veist ekki ef þú tundir stanslös álægi þá dreipar þig en ef þú nærð að nýta, þú veist, fara alveg inn í þar álag og þú bara setur alla þína orku í að klára eitthvað verkefni æðislegt, myndu bara lífsnöðst þetta, taka pásurnar, taka þið burtu sinna þér og allt þetta sem ég tala í fyrirlestunum en ég til dæmis teki eftir því að ég var á sko 3 mismunandi sterakrem út af þessum álags húðsjúkdómi sko vakusójafæ, já, örugglega að þá bara hef ég ekki þurft að nota henni krem til dæmis, sem magnað, þú veist, ég notaði alveg og gerði þetta það, eins og sem að það er að nota læknavísindin, en svo fór ég bara nefnir, nú ætlum ég bara virkilega að nota tækifæri og náttúrulega æðislegt, þess vegna náttúrulega þegar fólk fyrir sumafrí, það kemur svo ferst tilbaka, það bara kemur svo tilbúið, ef þú hugsað ykkur, ef þið getur gert þetta á hverjum einasta deg, oft í viku, tekið þitt sumarfrí, og það kannski það sem ég meina með að þegar þú tekur því í burtu sinnir þér að hverju sem þú þarft að gera einmitt heilsunniðinni þá færðu, þú veist ef yfirmennir er rosalega hrættur bara hvað Björgun, því ekki að vera eitthvað að bjóða upp að endur og svo pásirina sko, það er að vinna, ég segi já, viltu fá betri starfskraft þá bara læturu þann starfskraft, lætur hann taka pásurnar og þú pínir hann út úr hátíðinu, segir að þið ekkert að vera að klára áskýrsluna eða eitthvað skilur hérna í hátíðinu ferð í hátíðinu eða seinnipartinu eða eitthvað þú ferð og hreyfir þig eða nærðir í tengsl eða hvað svo þarf að gera til að hlaða þín batteri því að sko, og það svo, þess vegna ég náttúrulega með þessa fyrirlestra því mér eins og einhver sagði, því þið bara ekki fara að taka æðislega gott frí og koma aftur í eitraða vinnustæðamenningu. Það er mjög mikilvægt að vinnustæðurinn sé meðvitaður og það er svo gaman að nú er ég komin á vinnustæði og mér finnst geggjað að sjá hvað er mikil meðvitund þetta núna. Af því þú veist, ég var ekkert viss, ég hélt kannski ég myndi mæta smá fordóm bara, einu sinni mætti það sem bara svona, það þýr ekki að vera að taka einhverja pásu. En ég held að öðruleyti sé fólk að vera mjög meðvitað. Já, þú sáður samt örugglega einhverjum fræjum og fólk fór að hugsa. Vonandi, skilur mig, en það er bara, enn og aftur, ef að einhver, þú veist, ef að einhver er góð, þú veist, ef einhver er rétti maður til þess að tala að aðeins að læra að taka það rólega, þá er það að brjála einhverjum Björgvin fram, skilur mig, sem að er bara þekktu fyrir að vera á útopnu og bara orkan í hámarki. Það eins vegar, það best það hefur ekkert breyst. Ég orku mikið, mér finnst það gaman, en ég líka krassaður á softin á milli. Ég krassa miklu minna eða eiginlega bara aldrei núna. Af því ég bara fylgdi sérfræðiáliti, ég bara auðmýkti mig og sagði bara, ok, hvað á ég að gera? Og ég held að sé að því að við erum öll eitthvað leitandi, þú veist, það er mikið verið að tala fyrir veganisma og þú ert að fara í crossfit og þú ert að fara í yoga og eitthvað. Finn það sem hendar þér, prófa þetta allt, er ekkert eitt sem virkar fyrir alla, ekkert frekar en eitthvað geðli virkar fyrir alla eða þú veist það bara við erum svo mismunandi sko. og þess vegna er líka mikilvægt sko að einmitt að auðvitað þarf ekki að tróða upp á aðra hverju sem þú tróðir en þú getur sagt, þetta virkaði fyrir mig, hefðu þú áhuga, skilur mig og ef ekki, allt í góðu, ég ætla samt að halda fram að gera þetta, þú ert velkomin að you can join me if you will. Hvernig lýsti það sér svona þegar þú krassaðir? Af því þetta er svo misjæmt, þú veist, ég hef talað þetta líka, ég hef krassað, en svo er fólk alltaf svona, ég fór að gera lítið úr mínu krassi því ég sagði, þetta var ekkert svo alvarlegt. Skilur, ég bara hugsa af hverju erum við að bera okkur saman, sko, af því ég þurfti ekki að hætta að vinna, skilur, ég gat haldið mínu áfram, ég þurfti bara að fækka boltum, skilur, og ég gat það í mínu lífi, ég var bara með allt og marga bolt á lofti, ég var svona mínibjörgun. Nákvæmlega. En svo þegar þú krassaðir, hvað gerðist þá? Sko ég er nú búin að nokkur, en svona ég man eitthvað stóra krass sem að gera það verkum að ég snýri blaðinu við hvernig ég nálgast vinnuna og fjölskyldun og vini. Það var út í Ameríku, þegar ég bara var þarna, þú veist, með konu minn og börnunum og besta vini og þú veist, og konu hans og börnunum hans og þú veist, og bara við vorum að hlið við hlið og það var bara sól og sundlaug og þú veist, ég manna og þú veist, þetta bara mynd, þú veist, ég þarf bara ekki annað en að sýna ykkur 3-4 myndir að sjá hvað þetta var geggjað. Og ég skildi ekki því mér leið alltaf og ég bara, hvað er í gangi? Þetta var að vera fullkomið. Og þá náttúrulega var mér bent á að ég náttúrulega væri að fara 300% vinnu sem ég bjóð til sjálfur í sko bara svona
heilbrigt eðlilegt heimilislíf og bara svona það sem að svona flestir að gera og eins og ég ger oft grínaður ekki eins og ég verið að fá hærri laun fyrir dugnaðin sko. Nei, og bara the fame and glory sko. Eða skilur, og ég set það hérna gæsalappa þannig að þannig að þetta var skrítið, þetta var ekki svona krassa sem ég bara datt út af vinnumarkaðanum í 2 ár og það á ekki að vera viðmið sko. Eins og segja, gera lítið úr krassinu please, ef þið eru að taka það sem að hvað var að kalla þetta, minni kröss eða þú veist, þetta þú veist sko að lenda í kulnun mjög alvarlegt mál. Sko, þú ert bara út af vinnumarkaðanum sko, og nú bara correct me if I'm wrong, ég held að þú getur verið út af vinnumarkaðanum í ár 2 sko. Þú veist, og það bara ekki gott fyrir neitt. Og þess vegna er svo mikilvægt að hlusta á þessi litlu kröss, skilurðu, og gera það strax eitthvað í málum. Líka menn bara, það eru rauð ljós blikkandi í mælaborðin að segja þér eitthvað. Og hlusta þegar fólk að segja í kringu bara, vilt ekki aðeins slaka? Og nei, það ætla ég ekki að gera. Ég er ekki aumingi. Þú veist, ég tek ekki frí. Ég ætla að fara að taka frí. Já, gangi vel, ég ætla að vinna. Skilurðu mig, þú veist. Þetta var ég, sko. Og að ég lít út fyrir að vera, þú veist, opinn, hress og kátt, þú veist, ég bara, þú veist, og ég vil ekki segja ég náttúrulega bara, þú veist, ég stjórnsamur og frekur og þrjóskur og ofsalega erfiður þegar ég að gera þetta á minn hátt, þú veist, ég bara mjög erfiður einstaklingur og þú veist, þess vegna, þú veist, en auðvitað í mér eitthvað svona grunnskrípill sem vill hafa gaman og skilur mig, en ég þurfti að vinna rosa mikið í þessu, við ekki að því að stjórnsam og frekja, þú veist, jú, að vera sko, þú getur verið rosa góð, það til sko eins og mamma kennir sko, hún með svona styrkleikakort, þrjóskan getur verið rosa mikill styrkleiki, þú veist, það að vera sko frekur getur líka verið styrkleiki og bara snýrði rétt, þú veist, við náttúrulega, þetta er allt svona neikvæð ár sko, ég náttúrulega var með rosa mikið oft neikvæði hliðinu uppi, en þessi þrjóska og skilur gat oft bara komir í gegnum erfi verkefni, ég bara sagði nei, ég vil, þú veist, þetta gefur manni rödd, svo getur maður líka bara verið alveg óferjandi, spurðu bara konum skilurðu mig og ég þú veist, og það kannski það sem ég hef virkilega, ég bara hlustaði þú veist, ég bara, ok, já, þetta rétt af því þetta og ömurlegt náttúrulega, þú veist, það þarf að koma mann í koll þegar maður loksins gerir eitthvað, og ég hef verið spurður á svo fyrirlestur þannig maður alltaf að lenda á vegg, Björgvin til þess að gera eitthvað, ég segi því miður það mín reynsla, því miður og ég ekki að segja þessi algjörn, ég vona að séu einhverju þarna úti sem að þurfað ekki, sem hlusta á viðvörunarbjöllurnar fyrr eins og þú varst að benda svo réttilega að eins og segja, þetta var þarna úti, var ekki mitt eitthvað bara krassa sem ég bara lá í rúminu, skilur mig, heldur bara, ég bara fann að bara var ekki eitthvað í lagi og Begga fann það mjög vel og við bara, hvað í gangi, ég fór til læknis og ég bara fór, eða þú veist, lækna og bara og það var þá sem allt þetta þetta, þú veist, að ég kynntist þessum kúrs sem átt að breyta lífinu, ég fór að stunda jóga og ég fór bara eða tíma með þessu fólki sem ég bý með og bý í kringum sko. Og maður á að segja verja tíma, ekki eyða tíma. Nei, hvað sagði ég eyða? Þetta var rétt, ég meinti verja tíma. Já, og ég sagði þetta hans að hugsa, fór að verja tíma, rétt. Þú veist, mjög, mjög mikilvægt, af því að það alltaf á hverju ári sem maður gerðar hamingjuransóknir, ég held að sé alþjóðaheilbrigðisstofnunin og þeir alltaf bara hvað gerir okkur hamingjusum og það alltaf bara í efsta, ég held að sé efsta sætinu eða allavega efstu sætunum bara tengsl og þú veist og það heill þáttur hamingju í hlaðvarpinu. Ég nákvæmlega og ég ger oft grínaði manst eftir þegar við vorum einu sinni að fá vinnafólk okkar í mat, við byggum á Burknavöllum og við vorum búin að skipuleggja matabóð sem við gerðum eiginlega allt og sjaldan sko. En þegar við gerðum þá var eitthvað svo gaman en ég var bara eitthvað, nei ég get ekki, ég bara ég hef ekki tími í þetta, þú veist ég bara þarf að vinna og konum mér bara grátbað með bara please getum við einu sinni haldið okkur við matabóð og ég var bara, svo leiti ég á klukkuna, ok, þetta verður stutt matabóð sko, ég hef enga tíma, ég þarf að vinna og ég þarf bara stundin okkar og eitthvað, allt skilur sem skiptir öllu mál í heiminum eða þannig og þú veist, ekki gera lítið úr vinnunum minni, hún frábær, en ég manna, þú veist, hún bara ekki svona mikilvæg. Og við settumst niður, ég hef ekki verið að hitt vini eða hitt fjölskylduna eða neitt bara í einhverja daga eða vikur eða mánuð eða eitthvað. Og það var svo gaman og við bara settust og fórum að kjafta og hlæja og ég fann hvernig orkan, hún bara, ekki þessi taugavekla orka sem getur verið í mér, heldur þessi svo mikið gleði og svo gaman og við hlóum og bara, þú veist, og ég bara leit á klukkan hún á miðnætti og ég var ekki að fara að vinna meira og svo leit ég á konu minn og sagði bara,
akkur gerum við þetta ekki oft? Hún bara horfði á mig eins og ég væri vanviti. Var fjölskyldufræðingurinn þarna byrjaður í námi? Nei, reyndar ekki. Nei, hún hugsaði bara ég ætti kannski að fara að læra þetta. Já, það var fræ. Það var fræ, já. En getur þú sagt okkur eitthvað frá, þú veist, því varst að læra það út í Bandaríkjunum? Já, ég fór að læra það út í Bandaríkjunum. Og hefur þú nýttir það mikið? Mjög mikið, já. Og þetta eiginlega mjög fyndið, sko. Ég var kennari sem sagt og mér langaði eiginlega að deyja á hverjum degi, mér stóð leiðilegt að vera kennari. En átti sem sagt alveg að fara út í það, út af því að það hjálpaði mér að velja fjölskyldufræðina, af því að mér varst til dæmis foreldra viðtölin langt skemmtilegust. Það var svo gaman að fara að hitta foreldrarna og spjalla og greina hvað er hvað og eitthvað svona, sko. Þannig að það var svona ein af ástæðan fyrir því, af því okkur langaði að flytta til Bandaríkjanna. Og þetta mjög fyndið, okkur langaði að flytta til Bandaríkjanna og ég bara, Björgvin, þú er að fara að læra eitthvað í Bandaríkjanum. Hann bara eitthvað, á ég að læra eitthvað, ég er mjög glaður í minni vinnu, sko, þú ert mjög óhamingjusum í þinni vinnu, þú ert að finna eitthvað, ég bara, þarf ég að finna eitthvað, já, ok, og fór þá bara, að því ég var ekki viss, fór þá að spurja vinni mína, þá var Facebook eitthvað nýkomið, skilur, hvað á ég að verða þegar ég er stór, og allir komið eitthvað svona, einhvers konar ráðgjafi eitthvað, ég bara, ok, einhvers konar ráðgjafi, ok, er allir að fara að googla, og fór svo bara að googla skólar í Bandaríkjunum og enda alltaf á sama einhvern megin og þegar maður þú veist, mjög spirituál, þá er maður svolítið svona að biðja alheiminum að leiðbeina sér og alheimurinn lét mig alltaf stoppa á Marriage and Family Therapy, Master of Marriage and Family Therapy og ég alltaf bara, þetta er alltaf erfitt, nei, ég get þetta ekki. Svo bara stoppa alltaf aftur og aftur á þessu, þá er bara eitthvað, fuck it, það er bara að segja mér, ég á að gera þetta. Og þá bara gerði ég þetta og bara fór þangað. Þú veist, og bara, ég bara elska vinnunum mína og ég elska, og þetta er ekki um það að vera með heilu fjölskyldurnar alltaf hjá sér, þú veist, þetta er alls ekki. Ég starfa mikið með pörum og mikið með einstaklingum, bara og jú, auðvitað koma einstakassinnum fjölskyldur, en ég til dæmis beina alltaf börnum á barnasálfræðinga, þú veist, ég fæ mikla fyrirspurnum, getur þú tekið barnið mitt? Ég bara, nei, þú veist, fjölskyldufræðingar eru ekki með menntun í börn, þau þurfa bara barnasálfræðinga, þú veist, ég hef alveg tekið einstaka unglinga, en ég er eiginlega hætt í núna og þeir eru bara líka verið hjá sálfræðingum. Þannig að, já, þannig að þetta er mikla pælingar. Já, og nýst í eigin fjölskyldu. Nýst í eigin fjölskyldu og hjónabandi og stelpurnar okkar. Og já, mjög góð að setja mörk og bara skýra, svona gerir maður ekki og svona gerir maður og þetta er, mér líka fyndið, þú veist, Begga er svona svo, þið kannist þegar maður er læknir hjúkrunarfræðingur en leið og einhver heyri það, þá bara, ertu læknir? Heyrðu, ég er með sár og byrja bara að tala þú veist, það er bara, ég var svona skemmtað fyrir hjúkrunarfræðinema og þær eru bara hættar og það eru oft, þetta eru þeir líka sjálfsögur, kallar í hjúkrun, að en þetta voru mikið ungar konur og þessu bara, við erum bara hættar að fara út á djammið og segja þessum hjúkrunarfræðingar því að við erum kannski konur á date eða eitthvað fannir að reyna við eitthvað svona leiðu við segjum það bara, guð, ég er búin að vera með svo mikið niðurgang og eitthvað, svo bara allt í hennu þá bara allt í hennu allt fara út úr gluggan og bara fara að tala um þetta. Begga er mjög svipuð, það er ekki allir sem veit hún er fjölskyldu og hjálparsfræðingur en hún dregur að sér, bara fólk sest niður og hún er með svo góða orku og hún er bara það fólk finnur að það er eitthvað, þetta er manneskja sem ekki treyst og það bara byrjar að tala við hann og segja henni frá svo sem hún segir bara, wow, hvað gott að tala við líka starfari, ég er nú fjölskyldu og hjálparsfræðingur, skemmtilegt að spyrja Rukkur svo ekki fólk? Jú, svo bara auðraði mig strax. Já, alveg, og ég maldi okkur fast svo fyndi út í Bandaríkjunum þegar bara the mailman, postmaðurinn var farin að deila með mér bara hjónabandinu sínu bara út á lóð, þú veist, og Björg var bara, nei, þú ert að djóka, bara the mailman, hvernig er þetta bara? Það var allir sem bara, hann er svona svo hvað var að vera ekki ævintýri með gauri með pen, með flautuna og öll börnin eldan, þú veist, það bara þannig er Begga, hún bara dregur að sér vandamál fólks. Það er mjög fyndið, svo er þetta sér. En það er svona svo gaman að segja frá því að því við erum að tala svo mikið vinnuna hans Björgvins og hvað breyttist mikið mitt hjá okkur. Ég veit að þegar við fluttum út og þetta snerist bara við, hann bara heima, ég náttúrulega var í 10 ár heima með börnin og náttúrulega vinna með og svona og hugsaði mest þriðju vaktina, þú veist, það er alveg rétt, og bara 100%, þannig að þetta var svo mikið léttir að fara út. Þar var ég bara eitthvað, vá, hann ætla bara að taka við keflinu núna, nú er ég bara farin, ég ætla bara að mennta mig, þú veist, bara geggja. Og þannig hefur þetta líka verið núna, ég meina það er hvað, ég útskrifast 2014, við flyttum út 2011. Já, við komum heim 2015 til Íslands. Já, til Íslands. Ég meina þegar ég er að tala um mín hjón, þá segi ég oft bara, ég meina maður minn hugsa bara meir börnin mín í dag en ég sjálf, sko. Þú veist, að því að bara við höfum bara með öðru sér tíma. Ef ég mæti ekki vinnuna, þá
það fæ ég ekki greitt. Nei, þannig að við bara, að því við sjálfstæðum atvinnurekstri og það hjálpa svo mikið, en hann hefur líka tíma og hann vill gera þetta. Þetta í forgangi hjá hann bara, já, neðu þetta fer ég með hann til tannlæknis. Þú veist, stundum ég bara eitthvað, gæti þú farið með, já, auðvitað, já, auðvitað. Þetta svo fyndið, þú veist, að þetta svo sjálfsagt mál, sko, og þó ég, því miður hafi ekki kynnt mér nógu vel þriðjuvaktina þetta sem að Steini og konuna sér að gera, einmitt, vá, hvað típist, man ekki hvað hann heitir, sálfræðingur konuna, þau eru saman með þetta með þriðjuvaktina og voru að gefa út þessa bók og svona, að sko, svo fyndi, mér fannst bara mín vinna svo mikilvæg, að það bara, auðvitað var bara sjálfsagt og ég hugsaði mig aldrei mig sem eitthvað svona kallarembu eða að ég var ekki að sinna þriðjuvaktinu, sko, þú veist, mér fannst þetta bara svo sjálfsagt, ég með stundin okkar og bara, og þú veist, og þetta bara, og það var ekki bara hún, það voru allir í þriðja og fjórða sæti, því miður, þetta svo ömurlegt að segja frá þessu bara, og það var ekki fyrir að ég krassaði sem ég fattaði bara, og sást þetta, að ég sá það, en núna bara, þú veist, nú veit ég, þú veist, auðvitað er þetta svo sjálfsagt, auðvitað eigum við bara, við erum hérna hjón, við eigum bara bæði og ef þeir ekki hjón þá er þið samt að vera að sinna þessu, skilur mig þá bara að finna leið til þess að vera að sinna þessu sem er mikilvægt, sem eru börnin, sko en það er rétt, þú veist, það bara þú veist, við tölum þetta sem sé ykkur dyggð, sko og að því einmitt ég tek eftir hún spyr mig, er möguleiki og bara, já, auðvitað, eða þú veist, mér finnst það svo sjálfsagt en ég gleymi því náttúrulega gamli Björgvin bara hafði aldrei tíma bara, nei, ég er að vinna, skilur það er bara svo mikilvægt, skilur mig og það var ekki það að mér varst í svo að þú veist, eitthvað, ég er kallmaður, skilur, heldur bara, mín vinna er svo mikilvæg. Það sem ég er að gera er svo mikilvægt. Ég get bara ekki frí, skilur mig, og jú, auðvitað er það stundu þannig, sko, hjá öllum að það er bara eitthvað herðið, þú veist, ég er að vinna á bráðavakt Landspítalans, ég verð að fara eða eitthvað, skilur mig, þú veist, en þá er líka bara eins gott á sért samt með allt hitt í forgangi, því ekki bara er það sjálfsagt, það er bara lífsnauðsynlegt fyrir heilsuna þína og bara, þú veist, heilsu barnanna, þú veist, við höfum bara tekið eftir líka bara, þú veist, hvað er mikilvægt þegar ég er svona mikið heima eða mikið að sinna börnunum og við bæði, það bara maður sé líka hvernig sko börn, eða þú veist, dóttur okkar sem að, nú bara við erum með eina stelpu sem býr hjá okkur, hinn er flutta heima, nú er hún svo gömul, að hún róa svo mikið, hún finnur svo mikið öryggi, þegar við erum bara, þegar er þetta jafnvægi, við erum bara bæði að sinna, græja og gera og það er bara, og ég veit ekki, það er svona begga, er það ekki oft sem þú hefur verið að segja frá því, þú veist, eins og ég náttúrulega veit ekki hvað er í gangi í tímanum hennar, en það virðist vera að þetta er ennþá barátta og þess vegna kannski er þetta bara með þriðjuvaktina. Sko. Er það helsta umræðefni kannski í fjölskylduráðgjöf? Mjög oft. Barátta tíman? Já, bara mjög oft. Það kemur ennþá mjög oft upp, sko. Og ég skil þetta alveg, þú veist, ég skil alveg báðar hliðar. Þú veist, ég skil líka alveg hvaðan strákarnir er að koma. Þú veist, flestir er að koma af pöbunum sem að unnu bara og komu heim og settust og horfðu á fréttir. Mamman einmitt flestir, mömmurnar farnar að vinna, komu heim og hugsa börnin og matinn og gengu frá og allt þetta. Þú veist, þetta er bara kortir síðan. Ég meina, foreldrar mínir eru bara fæddir 60. Þú veist, þetta var bara þar, skilur. Þú veist, þannig ég er svo mikla samúð með bæði strákunum og stelpunum. Auðvitað, við erum með þetta í kerfinu bara, margar kynslóðar eftir tíma, bara við höldum bara á þessu og gerum þetta bara okkur fyrst að höldum utan þetta allt saman. Þú veist, en svo erum við svo lengi að breyta þessu, að þetta er ekkert bara heldur á strákana, þetta er líka á okkur, við þurfum líka að sleppa tökunum, að því hversu oft hefur heyrt ég skúra bara frekar sjálf, ég ger það miklu betur ég bara sé sundtöskuna, þá fer allavega allt ofan í hérna, þetta er alltaf svona sko. Bara, já, nei, við verðum líka bara að sleppa tökunum. Þetta er nefnilega svo fyndið, maðurinn minn er mjög duglur bara, og hann flutta heiman ungur og bara ótrúlega, bara virkilega duglur heima en ég fæ stundum samviskupið ef ég ligg upp í sófa og þátt og hann er að gera eitthvað sem er svo astnalegt, þetta er bara eitthvað innbyggt í mig, þetta er kynslóð tráma, þetta er eitthvað, þetta er svo áhugavert hann kannski engir þvottinn, skilur eitthvað sem er bara geggjað, eðlilegt, þú veist sem bara eðlilegt, við gerum þetta bara bæði jafnt allt, en samt fæl svona, já að vera að gera eitthvað skilur já, ég held að skýrleikin þurfa líka að vera bara, er í lagi má ég setja núna og þá er það bara Begga segir, nei, nú ætla ég að ganga frá, bara ok, frábært þá má ég setjast niður og veit ég bara, það er samkomla og síðan bara er það og síðan segir hún stundum við Björgvin, ertu til að taka mér ábyrgð á þessu? Ég segi, já, fyrirgefðu, það er rétt, ég er ekki að því og þú veist, það er bara, ég er löngu hættur hennar röfla, skilur og þá meina ég, skilur, að vera þrjóskast, skilur að vera eitthvað svona, nei, ég er eitthvað, skilur í staðan vera að fara alltaf í vörn, bara, já, fyrirgefðu, það er bara rétt, hún er ekki að segja þetta bara eitthvað að henni langar að vera leiðileg, eða ég er ekki að benda henni á eitthvað því ég ætla að vera svo leiðilegur, heldur bara, heyrðu, og þá bara skiptir líka máli eins og við höfum lært rosalega mikið bara, þú veist, að því að þetta, þú veist, ég meina við náttúrulega fyrir líka til hjónabæðsarráðgjöf, við þurfum líka að fá þjálfunina og fá aðstoðana, skilur mig,
að bara, þú veist, heyrðu, getur þú prófað að annarkvort bara, þú veist, og stundum segi hjónabandsráðgjafinn bara, Björgvin, hætt sér rugli. Eða, þú veist, Gerðu bara þetta. eða segi, Berglind, þú veist, hvernig, þú veist, bara, heyrðu, það eru bara til leiðir til þess að tjá sig og segja eitthvað sem erfið með því bara, heyrðu, sko, mér finnst þetta svolítið óþægilegt þegar þetta getur við breytt, í staðan verið bara, einmitt, já, mér finnst þetta bara, skilur við erum alltaf svo fljóta, sérstaklega við erum svona með mikla tilfinningar eins og ég, sko, þú veist, að svona vera og hvatvís og æstur og svona að ég bara, þú veist að það þetta sko að skýra því þú veist að tala sko, þú veist, hvað ég þá býtu, hver sér þvottin, hver sér þetta, bara setjist þið niður og ræði þetta hver sér hvað og hvað við sátt við ef að skiptast á, við erum heima bara með, þú veist, heyrðu nú þú veist, við erum bara alltaf með dagaskipt bara, úlingsdóttur okkar með vélina og skiptur kattasandinn. Já, við kallum það vél og kúk. Vél og kúk í dag. Vél og kúk í dag og þá bara, þú veist, og síðan heyrðu okkur, nú helgi, hver á að taka það núna, þú veist, þetta bara, og þá þetta líka bara svo, það svo ógeðslega þægilegt ef þetta skýrt, þú veist, það er ekkert að vera nelt í steini, það gott af eitthvað skýrt. Það er bara þægilega fyrir alla. Það er bara þægilega fyrir alla, þá engin frustrasjón og engin með samanskupið. Einmitt, það er eitur að vera með samanskupið. Það er algjörð eitur. Og svo bara oft þessi pirringur eitthvað annað, eins og bara, þú veist, þegar fólk fer að tala og hann ger ekki þetta og hún ger ekki þetta eitthvað, ég bara, þetta ekki alveg þetta, sko. Þú veist, nú fyrir bara það er bara eitthvað annað dýpra sem liggur þarna undir og við þurfum að skoða það. Okkur alls sama út á glasi sem hér eða hér, raunverulega. En leita einhver hjón til ráðgjafa ef það ekkert að? Einhver að vinna fyrirbyggjandi? Það ekki yfirleitt við förum bara þegar? Það samt ein og ein hjón. Jú. Ég fæ alveg ein og ein hjón sem koma bara í alvöruna því þeim langar. Það ekki. Bara svona, langar bara að viðhalda sér og bara halda áfram í góðu hjónabandi. Þau eru miklu færri, þetta alltaf miklu meira sprengjur og alltaf á bara með skilnaðar, sko, yfirleitt. En já, en það ein og ein og það alltaf, mér finnst það alveg ógeðslega gaman, sko, það svo gaman að hjálpa þeim að viðhalda. Svo fallegt, sko. Bara það bara aðeins að fínbúsa bara svona aðeins sem svo mikilvægt sko. Já, veist, ég meina þó við séum ógeðslega flink í alls konar þá þurfum við samt líka hjálp alltaf, já, ég meina það bara reglulega gegnum árin höfum við bara, já, nú komið tími nú þurfum við að fá hlutlausan aðilæn í líf okkar bara orða hluti öðruvísi, fara öðruvísi að hlutum já, ég vil þetta, ég veit þú vilt þetta en það hægt að orða þetta öðruvísi þetta að fara öðruvísi að þessu og þú veist, og oft þetta bara breytum orðalag á okkur, þú ert alltaf svona en með því að segja mér finnst þetta, þá er þetta ná sama árangri á þess að einhvern veginn ég vann sem óþolandi, sko, að þú veist, að vera þar en það svona, en það með þetta, sko, já, með þetta með að, þú veist, að ég gleym aldrei að ég var svona að vinna með manni sem að, þú veist, talandi fordómana sem voru hvert svona hjónabandsráðgjöf, það er bara, já, fyrir skilji heldur að var þetta eitthvað hjónabandsráðgjöf það er bara eins og að segja, já, þú veist, fyrir drefst ég bara úr blóðtappa heldur en að láta laga þetta fótbrot skilur við bara, ekki betra bara að fara til læknis og láta það gróa og skilur við bara, þetta þessi lógík meikar ekki sens Þetta sem betur fyrir breyst sem betur fyrir og rosa mikið, þetta alveg mörg á síðan sko. En ég man hvað ég var að því hann vissi að Berglind var að fara að læra hjónabandsráðgjöf þá bara, þú veist, það var bara alveg, þetta fáránlegt sko. Það bara, þetta ég bara gleymi þess aldrei, fyrr skilji heldur að fara til hjónabandsráðgjöf bara, Þetta hefur verið kynslóðin sem tala aldrei tilfinning Akkurat sem við erum öll traumatæst af og þess vegna kunnum við ekki að tala saman þú veist, að því þetta alltaf fyrsta sem maður kennir í svona ráðgjöf bara svona, og við ætlum bara að segja hvernig okkur líður mér finnst rosa vant þegar þú segir þetta mér líður ekki nógu vel, þegar getur orðað þetta eitthvað með öðruvísi þú veist, þetta bara svona one-on-one en við þurfum að æfa okkur en ég þarf sjálf að hugsa og nú þarf ég að segja þetta Björgvin, hvernig myndi ég kenna hjónunum mínum að segja þetta ég þarf að fara í gegnum huganum að þetta mér ekki það mér ekki eðlilegt mér líður í staðin fyrir þú ert einmitt, þú veist, bara hætt á þúa það er bara bannað að þúa ef þú hendir einu þúi þá farið 5 tilbaka þetta er bara svo leis, hætti því bara segðu bara hvernig þið líður en það er líka bara svo gaman að fylgjast með hjónum sem eru með svona falleg samskipti og svona traust, maður sér það bara, ég sé eins og bara ykkur Traust er mjög mikilvægt, það er bara ef það fer þá allt ónýtt Traustið er ógeðslega mikilvægt við höfum alveg þurft að vinna í því það er ógeðslega mikilvægt, en leið það er komið en þú líka verður, sko, þú getur ekki ef einhver, þú veist, ég veit náttúrulega get ekki alhæft og Begga náttúrulega sérfræðingurinn í þessu, ekki ég en þú veist, en það er þetta, sko
þú veist, ég finna, þú veist, ef ég eitthvað sárað eitthvað, ég verð svo að sleppa tökunum, sko. Svo ég bara tala fyrir mig, ég verð að sleppa tökunum og segja bara, ok, nú ætla ég, ertu tilbúin að gera þetta svona, ok, þá ætla ég bara að treysta því og hætta svo bara stjórnast í því, ef vera gramur eða sárið í því. Og hérna, að þú veist, að hérna, sérstaklega þegar annar, þú veist, sérstaklega þegar hún búin að sína mikla viðleitni í að breyta ykkur, skilur bara, ok, líkaði þetta ekki, ok, ég er tilbúin að kompromissera, að breyta hér og þá verð ég að vera bara bæði að virðinni það til, skilur, til betri vegar og sama hjá mér, ég vil ekki vera tilbúin að, ég get ekki verið að þrjóskast að því mér finnst eitthvað, þú veist, ég meina, ef mér líður virkilega illa með eitthvað, þá bara það þannig, það allt í lagi, ég þarf ekki að, þú veist, ég þarf ekki að beygja mig, en ég þarf samt, eða þú veist, ég þarf ekki að brjóta mig, en ég þarf að beygja. Og það kannski ástæðan fyrir að við erum alltaf bæði hennar þjálfun og svo bara líka að við, þú veist, að vera bara tilbúin að breytast, það ég held þessi rosa mikið það líka. Og þetta er bara eitthvað með, þú veist, ég meina við erum búin saman 24 ár. Rétt. Núna í mars, 24 ár, minnst ég bara að vera 20 eitthvað. Já, við hérna, já, nákvæmlega. Og bara það er svo magnað að fylgjast með bara hvernig hjónabönd breytast. Þú veist, ég meina þroskast saman og við hefum alveg tekið alls konar beygjur og svo bara saman aftur og farið í sundur, ekki sundur en svona, þú veist, svona, það komið eitthvað svona rift. Já, komið svona bil og svo bara eitthvað minnað saman aftur. Svo bara, en það er algjörlega á okkur, þú veist, vinna, það gerist ekki bara eitthvað náttúrulega, maður verður, þú veist, rift verður, eða þú veist, þegar ég segi rift, hérna bil eða gjá gap verður stærra, sko, þú verður einhvern veginn að bara ákveða, er þetta bara eitthvað sem er að gerast eða getur við gert eitthvað í þessu, sko. Svo maður líka bara við erum svo góða fyrirmyndi fyrir börnin okkar, ef þau sjá að við getum verið ósammála og sæst, skilurðu, að það er í lagi að það þarf ekki alltaf að vera sammála, skilurðu, og að maður geti unnur erfiðleikum. Það er, ég held að það sé rosa dýrmæt leksía, ekki vera að fela það endilega frá. Nákvæmlega. Þú ert náttúrulega fjölskylduráðgjafinn. Já, akkurat, algjörlega. Og það er þetta með þetta, þú veist, það var allt falið fyrir okkur. Það bara, og ég ber svo mikla virðingu fyrir eldri kynslum að því að þau bara kunnu í alvörun ekki á tilfinningar. Bara kunnu það ekki, það var enginn sem kendi þeim og enginn sem kendi þeim og svo við erum bara komin í vikingöld, sko. Þú veist, þannig ég skil þetta svo vel, þú veist, og hvernig eigum við að kenna börnunum okkur þetta, ef við kunnum þetta ekki. Þannig þess vegna við erum að berjast við að læra þetta til þess að geta kent börnunum okkur. Og ég maður að ég fór í eitt kurs sem úti í náminu, það var bara svona kurs, nú man ekki hvað hann hét, en hann var að kenna börnum tilfinningar. En ég man ég á svona óþrólandi ég kom heim með eldri dóttur ertu reið? Ertu leið? Alveg bara reyna, já, ertu reið? Já, einmitt, bara að því ég bara, já, ég þarf að kenna tilfinningar. Setja orð á tilfinningarna. Nú ertu reið, nú ertu glöð, nú ertu hérna. En þú varst að tala um að þið langaði endalaust að vera að læra og svona, við erum búin að vera að tala svo rosa lengi, við getum mörgulega að tala inn 2 tíma en kannski ef við fyrir svona síg og setni hluta. Mér fannst svo áhugavert áður en þú komst þá var Björgvin að segja mig frá því að þið myndist svo gaman að læra og þú verður líka eitthvað búin að kynna þér sko með þessum lækni, íslenska lækni varðandi, heitir þetta psilocybin? Já, hugvíkandi bara. Hugvíkandi, já. Af því það, þú ert í þessu. Geturðu sagt okkur kannski eitthvað aðeins frá því svona í lokin? Já. Þetta er svo ótrúlega áhugavert. Þetta er rosalega áhugavert, sko. Þetta er eiginlega alveg magnað. En það sem er kannski líka alltaf gott að segja og mikilvægt að segja, þetta er ekki fyrir alla. Mér finnst það alltaf svona mjög mikilvægt og þess vegna fór ég til dæmis ég nýútskrifur úr sko ársnámi sem var bara fyrir fagfólk út í Bandaríkjunum. Þetta er Integrated Psychiatry Institution og bara með öllum þessum helstu sérfræðingum í þessum fræðum út í bara Ameríku og reyndar fór ég líka í MDMA námi núna sem var hérna á Íslandi í nóvember. Kláraði það, eða við erum svo sem hálfnuð, við erum ekki alveg búið með það. En þetta er rosalega áhugavert að þetta alveg eftir að taka við öllu sem er í gangi, alveg engi spurning og þetta er bara svo frábær viðbót. Er þetta bara sem geðlyf? Já, þá er þetta bara sem geðlyf og það er svona svo mikilvægt að við skrínum vel að því þetta er ekki fyrir alla. Þú veist, það er alveg bara, hefur lent í geður og við ertum með einhverja, þú veist, það er rannsóknir okkar til dæmis eru ekkert alvarlega geðsjúkdóma, þú veist, þeir á bara ekki einhvern veginn þorað að fara og rannsaka þetta saman. Er þetta aðalega við þunglindi? Já, það sem er búið að rannsaka þunglindi, kvíði, áfallastreituröskun og fíknir. Já, og þetta hjálpar rosalega við það? Ég sé stórkostlegan árangur hjá mjög mörgum, mjög mörgum. Getur einhvern veginn sagt hvað er að gerast í heilanum? Í heilanum? Sko þetta er bara sko eins og ég sé þetta þá sprengir þetta upp áföllin þú veist og núna að því ég er búin að tala svo mikið vagus þá er þetta hluta því þar sem þetta bara fyrir og sprengir þau upp bara
og þá losna þessi kögglar einhvern veginn úr kerfinu og þá róast allt kerfið og kvíðin minnkar og þunglindi minnkar og þá þarftu minna að deyfa þig, þá færðu meiri orku, skilurðu. Þú veist, ég til dæmis, ég er svo orkumikil núna að ég bara, þú veist, ég þarf að stoppa mig af, sko. Þú veist, ég get alveg sagt, það er alveg bílað að fylgjast með henni, sko. Þetta er bara sturlað. Alveg bílað. Ég er bara út allt og meiri svo stoppaði mig bara sjálfa af dag, ég sagði, nei, nú verð ég að taka þetta út, ég verð að taka þetta út, ég verð alltaf að taka mig frí á mánudum til þess að hugsa vel mig, skilurðu, af því að ég er bara svo orkumikil. Og þetta bara gerir svo, það gerir rosalega mikið. Þannig að þú ert að taka þetta sjálf? Já, ég hef alveg farið í gegnum alls konar og að það fylgir þessu. Þú verður alltaf, ef þú ætlar að hjálpa öðrum í gegnum þetta, þá verður þú að hafa gengið í gegnum það sjálfur, sko. Þannig að, en þetta er náttúrulega allt ólöglegt ennþá. Þannig að, þú veist, þannig að maður er svo sem ekki farin að gera neitt við þetta þannig, en ég er að hjálpa fólki svolítið fyrir og eftir ferðalög, því að fólk er alveg að fara í ferðalög þó þetta sé ólöglegt. Þannig ég er rosalega góð í því í dag og gerir það. Hún kemur bara allt inn með menntun og þú skynnsemin inn í þetta. Því það er hægt að fara náttúrulega bara eitthvað flug, sé ég, sko, sem utan að koma aðili, að hægt að missa sjálf í þessu og það er svo ógeðslega og það er náttúrulega bara, þú veist, svo mikilvægt að sé ykkur heilbrigð rödd sem að Berglind er, sko. Hún er með svo gríðarlega góða þekking og menntun, þú veist, og er bara, heyrðu, þú veist, nú skulum bara aðeins róa okkur hérna, sko. Þú veist, að því það er þetta þú veist, að því þetta getur verið svo hættulegt líka ef þú ert bara ekki hreinlega með fagaðal og einmitt, menna, þú veist, þess vegna segi ég alltaf sjálfur og ég þetta begga mér sammála, þú veist, bara heyrðu og það var bara ég held að vera í tilkynning, hvað var það frá okkur, hvort það var Læknafélag Bandaríkjanna sem sagði bara, það eru rannsóknir að koma, slökum aðeins á bíðum aðeins, við verðum að hafa einmitt eins og segir, ef er ekki búið ef þú ert með alvarlegan, þú veist ef þú ert með alvarleg geðhvörf og ákveður bara hopp út í eitthvað, við vitum ekki hvað gerist, skilur, bíddu eftir rannsóknunum, bíddu og svo og einmitt og eftir þetta að vera löglegt og allt þetta, skilur, þannig að ég veit að hún hvetur alltaf til þess sem ég veist alveg gegn. En byrjað að framleiða þetta sem lyf? Nei. Einhver geðlæknir sem ég heyrði fyrir kannski 2 árum í viðtali sem var að tala um að það væri framtíðin. Já, það er náttúrulega framtíðin, sko. Já, það er framtíðin. Já, því þarf að gæðast í þessu, sko. Já, það er það. Þetta er náttúrulega orðið löglegt í nokkrum fylgjum í Bandaríkjunum, sko, sílósípin allavega. MDMA verður núna bara, rannsóknirnar eru búnar, til dæmis. Er það annað? Ég þekki það ekki. Já, MDMA, það er gamla góða ecstasy sem maður nota hérna. Já, sætt. Já, nema MDMA er hreint MDMA. Ecstasy, það var blandað við bara eiturlyf, skilur mig. Bara eiturlyf, en þetta er alveg hreint. Þannig að það er bara, núna í júní kemur til dæmis bara hvenær það verður samþykkt í Bandaríkjunum, þú veist, og það er ekki hægt að neita því að það bara árangurinn í rannsóknunum er sko 70-80%, það sem að fólk bara losnar við áfallastreituröskunina sína, kvíðin, þunglindið, fíknirnar, þú veist, þetta er bara svo. Þannig að þetta veldur ekki fíkn? Nei. Þú veist, þessi efni valda ekki fíkn. MDMA er eitthvað stað svona, þú veist, en sílósípin alls ekki, en að því að þau valdi ekki fíkn, en þá getur samt sko, það sem er hættulegt við þetta er kannski manneskja sem á við fíknivanda, hún getur samt orðið sko háði að fara í ferðarlegin. Já, líða svona. Já, fara bara og gleyma sér og missa sér bara einhvern veginn í þessu þó að efni sig ekki að valda fíknin, en þá getur þetta valdið, þú veist, og það sem þarf að passa upp á sko hjá fólki. Og þessuna þarf fólk að vera með fagaðila sem getur hjálpa sér í gegnum þetta. Því ég hef alveg fengið til mín fólk á hvolfi í samtalsmeðferð að því það var bara ekki hugsa nóg vel það fyrir og eftir ferðalag. Svo bara það bara bless gangi vel, þú veist. Að því að þetta er ekki efni sjálft og þetta er ekki ferðalagi sjálft. Þetta er það bara hvað gerist inn í ferðalaginu og hvernig ætlar að vinna með það. Þetta er þá ferðalagi huganum, væntanlega, eftir sem við erum að tala um. Já, þetta kallast ferðalög, sko, að því þú ferð bara alveg inn í ferðalag og fer jafnvel inn í áföllinni og það losna alls konar gamla tilfinningar og kögglar og þú jafnvel sérð áföll sem þú vissir ekki og ferð inn í alls konar samúð og sorg og bara alls konar sem getur gerst. En það er bara ekki nóg. Svo þarf þetta að gera eitthvað við það eftir ferðalagi. Það er bara hvað ætlar að gera við þetta. Það er það sem að mér skipta mestu máli í þessu öll saman.
og það ekkert bara nóg margir fagaðilega sem kunna það til dæmis. Þannig að fólk sitja ekki bara uppi með eitthvað áfætt sem það var uppgöta og verður kannski bara verra. Já, þetta bara, þú veist, ég meina við erum ekkert að fara út í apótek og ná okkur í, þú veist, geðlyf og rítalín og svo bara, já, hvernig ætli þetta virki? Skilur mig, þú veist, það bara, hvað ætli ég að taka mikið? Svo bara við erum alltaf, við förum í langt, þú veist, við sem erum á ADHD-lyfunum eða geðlyfunum, við þurfum að fara alveg bara, þú veist, til sálfræðings og svo geðlæknis og það þarf að greina og þú veist, og ég meina, ég var heilt ár í einhverju ADHD-greiningu með allir fjölskyldunum, skilur mig, bara áður en ég fékk bara, ok, nú máttu prófa þetta leif, skilur við. Þú veist, þannig að, þú veist, þetta eins og með allt, bara þetta virka fyrir suma og aðra ekki og þetta þarf að vera á hreinu. Þetta er bara algjörlega og ég meina, og líka bara svo vitum við ekkert oft, segir fólk alveg satt, skilur við, þú veist, hefur farið í geðrof? Nei. Já. Einmitt, nákvæmlega. Hefur fengið flog? Nei. En mamma, nei. Og kannski veistu það ekki. Nei, til dæmis sílósíbin getur ítt undir flog, til dæmis. Þú veist, það er svo margt svona sem við verðum að huga bara, og fara rosalega varlega með. Að ég ber mikla virðingu fyrir þessum, og þetta kallast medicine, þú veist, að þetta er bara virkilega góð medicine sem að heila okkur. En við verðum að bera virðingu fyrir þeim og gera þetta vel. Það er það sem við skipta mestu máli í þessu. Og það er fullt af fagfólki sem að byrja að mennta okkur. Við vorum alveg 17 til dæmis í þessu MDMA námi hérna núna í nóvember, alveg læknar og geðlæknar og sálfræðingar. Fólk er svona að byrja að undirbúa sig fyrir þetta, þetta er bara á leiðinni. Þetta er að koma, sko. Það er bara frábært, finnst mér, sko, að það sé fagaðilar skilur að fara að stýra þessu. Já, einmitt nákvæmlega. Ég meina bara eins og, þú veist, bara rétt að lokum, þú veist, ég meina og það er svo gott líka að hugsa þetta, þú veist, að fólk verður svo, þetta er ekki hættulegt. Ég meina, þú veist, ég meina, við erum með læknar sem eru búin að vera ykkur 10-15 ára í sérfræðinámi sem segir hversu mikið, þú veist, sem sprautar nákvæmlega rétta lyfin áður fyrir aðgerð. Þú ert ekki að fara að leika með þetta heima. Þú getur bara farið í öndunarstopp, skilur við. Þú veist, ef við tökum þessi kemísku lyf, ég meina bara sama hér, þú veist ekkert hvað gerist, þannig að bara, þú veist, einmitt, bara virkilega pældu í því áður og vertu með þetta alveg á hreinu og freka vertu bara eins þolinmóður og býttu eða gerðu eitthvað annað þangað til. Algjörlega. En ef við reynum bara svona að súmera þetta pínu saman, þá kannski bara, þú veist, ykkar boðskapur er svolítið bara vinna meira vinna minna taka MDMA vinna minna og verja meiri tíma með nánum ættingum og fjölskyldu og vinnum og þessu að gefa sér tíma, bara gefa sér tíma fyrir sig. Akkurat. Sig og með því og þá inni því eru aðrir í kring, skilur við, bara sig og aðra. Og vinna með bara kíkja til fjölskyldur að gefa áður en allt fyrir bál og brand. Einmitt, nákvæmlega. Og svona, er eitthvað svona lokum sem að eitthvað langar að segja ef ég gleymi einhverju? Einmitt. Nei, bara einmitt. Ég held að þetta sé rosa mikilvægt, bara setja þetta í forgang, þú veist, bara hafa þetta, þú veist, bara heyrðu, hvað skiptir, þú veist, við breytumst ekki nema við bara nema við raunverulega vilju það og bara hvað skiptir með máli, þú veist, og það er svo mikilvægt bara, þú veist, og nú er ég búin að sjá það, þú veist, sem er náttúrulega bara, maður hugsa bara, hverju var ekki búin að sjá þetta fyrr, hvað skiptir máli að sinna fjölskyldinu, vinunum og annað, þú veist, að því þetta er alltaf svo einmitt, deyðin, við erum með rangan fókus á deyðum, hvað er deyð í dag? Einmitt, allt þetta er svo búin að tala um, þú ert svo duglegur og þú ert svo ekki brjálega að gera og svona og við verðum bara að hætta þessu, við verðum bara að segja jú, ég get verið ógeðslega duglegur, ég ætla bara ekki að vera duglegur allan sólarhringinn, af því þá er ekki duglegur, þá er ég óabyrgur, skilur. Það er líka duglegur að hvíla þig. Ég verð að vera duglegur að hvíla mig og sinna mér að ná í orku, þetta er gott, ég ætla að nota þetta, vera duglegur að sinna þér, að ná í, duglegur að hvíla þig. Takk fyrir þetta. Eitt af því mestu máli er að hvíla sig og eiga góð tengsl. Akkurat, nákvæmlega. Æðislegt. Bara takk fyrir að koma. Takk fyrir að fá. Það var óvænt ánægja að fá okkur bæði. Það var mjög gaman, ég var mjög ánægður mjög ánægður að Berglind er tilbúin að koma líka. Skyndu á hvernig þetta gerast. Það gerast svona, nákvæmlega. Ég fylgir bara flæðinu. Nákvæmlega, ég fylgir bara flæðinu. Æðislegt. Það eru takk fyrir. Takk fyrir. Ég hvet þig til þess að íta á follow og fylgja þannig hlaðvarpinu, hvort sem er á Spotify, Apple Podcast eða öðrum streymisveitum og einnig að fylgja Heilsu Erla